Í dag ætla ég að hnýta, eða sýna ykkur réttar sagt, hvernig ég gerir svona extended body á flugur. Og þá er ég að tala um þetta hérna, gula, búkinn. Ég er búinn að koma fyrir saumnál hérna í þvingunni. Þetta er bara venjuleg nál úr saumakassa heimilisins. Ég nota hana reyndar alveg fullt, bæði í þetta og svo nota ég hana til þess að splitta þræði ef ég er að fara döbba. Mikilvægt verkfæri. Ég er með þráð, það skiptir ekki öllu máli hvaða þráð maður notar, en ég hef svona reynt að miða við að vera ekki með einhvern sem er alltof sver. Þetta er 12-0. Byrja bara á því að festa þráðinn og fyrir utan þráðinn þá erum við með 2 efni í búknum. Fyrsta efnið er vínirribbið, gamla góða. Þetta er litur sem að heiti tan, afsakið. Og það er að gera nota hann eða jafnvel glæran. Það er að segja í þennan búk sem við erum að fara að gera eins og þetta leika sér áfram með litina alveg endalaust. Nú ég byrjaði að festa vínirribbið niður. Gerið það bara hérna á sama staði ég byrjaði þráðinn. Nú næsta efni, það er gulur ullarþráður. Hérna er örugglega gott að nota floss til dæmis eða antron, gult ef þið eigið svoleiðis. En ég á þráð og ætla að halda með hann. Og það er bara sama, festi hann niður hérna á sama stað. Og svo færi ég mig hérna aftar og það eru bara lausir vafningar. Ekkert að vera neitt að herða þetta allt of mikið. Ef við gerum það þá er erfiðara að ná búknum af. Bara opna vafninga. Svona, hérna er ágætt að setja bragð. Ekki nauðsynlegt en það er eitthvað svona aðeins öruggara. Svona, og þá vefjum við ullinni. Ágætt að fylgjast aðeins með vínirribbinu og þræðinum. Það færist ekkert allt of mikið. Svona cirka. Tryggjum þetta. Þá lítur þetta svona út. Þetta er bara gul pulsa. Svo vefjum við ribbinu. Reynum að færa þetta ekki of mikið úr stað. Ef maður togar of fast að fer þetta allt saman stað. Þá er ekkert gaman lengur. Tryggjum við vínirribbið. Göngum síðan svona þokkalega snyrtilega frá eftir okkur. Svona. Nú að síðustu, ef við myndum taka búkinn af núna af nálinni, þá er hætt við að það myndi allur detta í sundur. Þannig að við ætlum að nota UV-resin
eða UV lím og ég er með þunnt hérna sem er á busta, það er að segja í flösku sem er með busta og til þess að setja ekki allt of mikið þá tek ég bara hérna á nálinni og kem því fyrir á. Svo reyni ég svona að gera þetta eins jafnt og mögulegt er. Allan hringinn. Þetta er þokkalegt, eða hvað? Svo er það ofninn. Það er ágætt að baka pínu og jafna þetta aðeins út. Svona, þá ætti búkurinn að vera klár, við leiðum þess aðeins að jafna sig. Nú það er hægt að leika sér svo til endalaust með búk. Hérna er til dæmis ein sem er með svona chartreuse búk. Ekkert merkileg fluga en mér fannst gaman að búa til búkinn. Þetta er föndur og sem gerir þetta að sjálfsögðu skemmtilegra. Athuga hvort það renni ekki af. Svona, extended body, að minnsta kosti ein tegund á honum og eitthvað sem er skemmtilegt að föndra við. Takk fyrir mig.